Þá erum við búin að finna Akureyringinn. Ég hélt nú reyndar að hann liti öðruvísi út. Friðrik, þú verður að gefa einhverja skýring á þessu. Skýringin er svo að við fórum fram með þessar girðingar einfaldlega út af því að okkur vantaði einhverja lausnir til að geta girt það svæði og fjarlægt þessu í burtu þegar við ákveðna staði eins og hérna við Akureyrarhöfn. En þessi nafngift á þessu, af hverju heitir þetta Akureyringurinn? Það er bara góð spurning. Þetta kom bara upp að þetta var gert hér á Akureyri og framleitt á Akureyri. Þannig að það er fólk annars staðar sem að kalla þetta Akureyringinn eða hvað? Menn þekkja þetta undir þessu nafni. Ef við erum að tala um svona steypta klossa eins og þessar eru, þá erum við ekki, skilja menn ekki nógu vel. Ef við tölum Akureyringinn þá áttum menn sig á því. Heldur allir Akureyringar séu sáttir við að vera steyptir í svona fast form? Alveg örugglega ekki. Það má alveg búast við því. En svona í alvöru tala þá ertu að framleiða þessar girðingar og hvernig kom þessi hönnun til? Hún kom til bara gegnum hafnarstjónu hérna á Akureyri og okkur vantaði einhver lausn og gæti loka svæðið af en tekið þetta í burtu og haft svæðið opið samkvæmt annar þá vörlósun eitthvað svoleiðis en við erum ekki með fastaginningar. Og er þetta þín hugmynd eða? Já, við byrjum á þessu 2003 og notum þetta í bara margt, ekki bara hér ósafn hérna með Vaðlaheiðargöng, gerir sprengaman af með þessu. Þá geta þeir bara fært það til og frá eða þeir vilja, það er ekkert fastur hlutur og með hliðum og þannig að það er mjög góð lausn á því. Og ertu að setja þetta niður út um allt land eða hvað? Allt Norðurland og Austurland og hérna Vesturfirðir og við erum bara hvar sem er, ekkert háðið neinum mörkum þanniglega að förum bara það sem kúnni vill að við förum. Er hægt að raða þessu upp á alla vegu? Já, það er raða þessu upp á alla vegu. Bæði með hliðum og gönguhliðum og fleiri og þetta er góð lausn það sem menn vil ekki endilega setja fastaginningar. Þannig að Akureyringar geta greinilega verið fastir fyrir? Já, það má segja það. Hvers virði er að hafa svona fyrirtæki hér í þessum bæ? Mikils virði. Þetta skaffar upp í 60 tímans í vinnu. Það sem við erum með, svo er margfaldan áhrifin út frá því. Það er fljótt að telja. Hvaðan færðu þessa steyptu klumpa? Við steypum bara sjálfur. Við göngum bara frá þessu sjálfur, steypum þetta sjálfur og tökum steypu hér á Akureyri og steypum það og skrúum þetta allt saman og sendum við söður Faxaflóahafnir eða Söðurkróka hvert sem er þannig að sendum hvert á land sem er. Þannig að en svona annað ertu með einhverjar aðrar nýjungar? Við erum konum með skrautgirðingar og höfum verið með lengi og hérna erum að leggja svolítið áherslu á þær núna í alls konar litum og reyna bara að bjóða betri lausnir og fallegri girðingar það sem við á hverju sinni. Hver staður er ekkert eins, þannig að við erum svona að reyna að láta þetta falla inn í umhverfið. Bæði með litum og góðum lausnum. Bæði leikskóla og fleira og það er ýmislegt. En að þú sér hannar kannski bara lausnir fyrir hvern og einn? Við reynum það, gagnvart það verkkaupa eða okkar viðskiptavinum að koma með einhver lausnir sem mönnum líka við, bæði útlitslega séð og frágang. En getur þú gefið mér einhver svona dæmi hvernig þessar girðingar nýtast? Það nýtast í svo margt að menn geta loka svæðum til bráðabirgða og tekið í burtu ef að skemmtiferðaskip komið eitthvað, þá er þetta að loka svæðin af. Er það ekki þannig við Hafnir að það er endalaust að breyta þeim svæðum til dæmis? Mjög oft. Það er mjög oft að breyta þessu og nýtinginni er svona í dag og öðru svo morgun og svo líða mánuðurinn milli þá breyta menn til og þá er þessi lausn mjög góð í það að geta fært þetta til og þetta er ekki fast. En hvað með svona opin svæði sem eiga að vera opin en þurfa samt að vera lokuð? Þá er hægt að nota svona lausnir og setja upp svona girðingar og ganga frá þeim og það er hægt að festa það saman þannig að menn geta verið með svæði lokað í dag og tekið þessu burtu seinna.